Sælveriði, Ívar hér, flugsmiðinni, voru velkomin á Rásina. Í dag ætla ég að nýta fyrir ykkur flugu sem heitir Alder, klassísk votfluga. Við notum 8.0 tvinna uni í þetta og við erum að nýta hana á votflugu öngul númer, hvað er þetta, 10, þessi RX Wetfly. Og þetta er tiltölulega einföld fluga í nýtingu. Þetta er upprunnin frá Englandi. Einföld, það er ekkert stél eða neitt svoleiðis, það er engin vöf á henni eða neitt, það er bara búkur. Og búkurinn á þessa flugu er úr páfuglsfönum og þær eru við með hérna til hliðar. Þeir eru búnar, ég mun að henda pókanum utan að þeim, en þetta eru venjart fannir. Og þá tökum við nokkrar, svona 4-5 fannir að minnstakosti saman í knippi og snýrtum endan á þessu til hérna. Svona. Svo bindum við þetta bara niður. Og í þessari flugu verðum við að passa okkur á því að það verði sem sé að sé nóg pláss fyrir, sé nóg pláss að það ekki með vængur á hana og kragi líka. Og tökum svo lausu hérna, þannig burtu hérna alveg upp í kverk. Því næst kemur á þetta kragi og það eru bara svona svartar fjaðrir, þetta er ómerkt, þetta er orðið svo gamalt, þetta er frá því að bara krakki, þetta er úr því sem pabbi keypti fyrsta settinu mínu, út í Grimsby eða Hull, annarkvort. Og þá tökum við fjaðruna, þetta er bara rétt, þetta er bara smá kragi og lappir og hann kemur hérna. Svo snirtum við þetta hér í burtu, svona. Því næst tökum við fjaðurklemmu. Húkum í hérna. Og svo greiðum við fanirnar svona, reyna að greiða þær aftur og bak og það er eins og við sjáum, það hefur ekki mikið pláss fyrir neitt klúður hérna. Þetta er þetta lítil fjöður og þetta er bara rétt eins og við segjum bara. Þessar fjaðrir eru einmitt bara í þetta hannaðar bara til þess að búa til smá hakalita framan á fluguna. Þá er þetta komið. Við læsum þessu niður með hérna tviðnanum, tvisvar. Klippum stamman af fjöðrunni í burtu sem er nú eiginlega sérstaklega en svo lítill. Svo greiðum við þessar fjaðrir að því að það kemur vængur á hann og þá erum við að greiða þær svona niður á móti til þess að þær séu allavega ekki fyrir vængum. Og vængurinn kemur svo á þetta og við erum að nota kalkún í vænginn. Þá má vera kalkún eða hérna kvenfugl af fasana. Mjúk stélfjöður, kvenfuglfjöður af fasana. En við notum kalkún í þessa og þá getum við að tekið fjöðruna hana saman. Skipt henni hérna í miðju cirka svona og brotið þetta svo sem sé saman svona, jafna endan á þessu og svo á vængurinn að koma og standa aðeins aftur fyrir öngulbuginn. Og nú ætla ég að sýna ykkur aðferð sem er mjög gott að kunna þegar þú ert að nýta flugur. Það ég er ekki kláraði hvort þessi íslenskt orðið yfir þetta, en það er að halda vængunum hérna eins og við höldum honum hérna. Svo tökum við sem sé einn snúning lausan, sjáðu, ég geymi lausan tvinna hérna inni á milli pöttanum mér. Svo ferðu undir krókinn og herðir upp á móti, akkurat svona. Þá færðu vænginn svona cirka beinan. Þetta tekst ekki alltaf en þetta er aðferðin. Og svo búum við til haus á fluguna
Við erum að taka þetta hérna, það sem eftir í rauninni, klippa það í burtu og stilla svo vænginn af eins og við viljum hafa hann. Það þarf ekki voðalega stóran haus á alderfluguna. Þetta bara komið. Þetta ekki flóknara heldur en þetta. Þetta hörkufluga, veiðinfluga. Það svona mikið af þessum votflugum, menn einhvern veginn ekki að, það mín tilfinning fyrir því að menn meira að nota púpur í dag heldur en votflugur. Því miður. Ákveðnu leyti, votflugurnar eru ekkert engu verri flugur. Þá ekkert eftir annað heldur en að bragða á þetta smá lakki og bragða á þetta smá lakki hérna. Passa að loka ekki auganu. Það blind ekki auga, það kemur stundum fyrir. Svona, nú ég búin að blinda augað. Klúður hjá mér. Það eitt hérna, það sem ég ætla að sýna ykkur í samvætti blindi auga og orð með lakki. Það að tróða páfuglsfön onni í hérna einhverju stuttri sem það notið ekki, eða ruslfön. Þá getið þið bara í rauninni hreinsa lakki hérna úr og lakki sest bara á angana hérna á fjörinni. Dreigið út svona. Og þá ekkert lakki í auganu lengur. Nú erum við hreint og augað ekki blind lengur. Þá alder komin, eins og við sjáið. Ég þakka þú kærlega fyrir áhorfið, þeim endilega setja like á vídeóið, deila vídeóinu og gerast áskrifundur á rásinni. Það hjálpar okkur að stækka, við getum gert eitthvað meira þetta með ykkur. En þangað til næst, þá bara farið varlega og við sjáum þess að kalla í næsta vídeóið. Takk fyrir.